Eins og framkom í fréttum var þjóðfundur á Arnarhóli í dag en eftir fundinn stærsti fjöldi fólksins í anddyri Seðlabankans og Helgi fylgdist með mótmælunum og tók mótmælendur tali. Góðir Íslendingar, Ísland fallegt land, hér býr kraftmikið fólk með sterkar réttlætiskennd, þróttmikil þjóð sem hefur barist við náttúruöflin í 1000 ár og lætur engan bilbug á sér finna. En hvaða fnykur þetta þá sem ég finn? Hvaðan kemur þessi skítafíla? Heldur þetta hafi eitthvað að segja þessi mótmæli? Er ekki eitthvað sem bendir til þess að þetta sé svolítið að fjara út? Nei, fólk verður átt að sjá því sko, kreppan ekkert komin. Hún kemur ekki fyrr en í febrúar. Og ef þið haldið að það sé að fjara út núna, bíðið þið bara. Þetta bara eftir að aukast. En eitthvað sem bendir til þess að þeir sem að þið viljið að hlustið á okkur, að þeir sé að hlusta á okkur? Kallarnir innir á þingi og stjórnarráðinu? Nei, ég get ekki séð það að þeir hlusta á okkur. Þeim mun meiri ástæða, halda áfram. Geir Haarde bað okkur að kjósa sig af því að hann væri traustsins verður í efnahagsmálum. Ef það einhver sem rúinn trausti, þá það ríkisstjórn Geirs Haarde og Ingibjargar Sólrúnar. Ég að mótmæla. Og hvað viltu fá? Ég endaði á reikningi minn í morgun og loforðin sem að þeir gáfu okkur á síðasta fundi voru barnabæturnar mánaðarlega og það ekki til. Þeir gera það ekki. Það kannast engin við að það að borga það út neitt núna. Telur þið erfitt með að fara að halda jólin eins og staðan núna? Ég einstæð 3 barna móðir, bý í félagslegu húsnæði með 90.000 á mánuði. Reiknaði nú, ég borga 60.000 í leigu. Hvernig á ég að halda jól? Ég vil sjá bara réttlæti. Ég vil sjá að þeir standi við eitthvað sem þeir segja. Ég vil sjá að þeir láti auðmennina borga. Ég vil ekki og börnin mín þurfa að borga þetta allt sem þeir hafa fengið að gera. Hversu virði að vera En hefur þetta eitthvað að segja að hitta svona og hlusta á ræður? Já, ef þú einn reiður heima, þá antalega verður bara þunglyndur, sko. Það kemur heima og áttar það á því og fólk að tala máli hvers annars og tala saman. Alls konar fólk sem maður aldrei hitt, kemur að reykja hendina á manni og samstæða á allir aldurshópar. Það unglingar og gamlamenni hérna líka og bara fólk sammála að gera eitthvað, taka á þessu, endurskapa lýðræðið, endurskapa fullveldið og endurskipuleggja samfélagið yfir höfuð. Það var ungur maður Mósborn sem sagði ef þið farið þá fyrir við og þú löggan fór þá eiginlega samstundis hérna við vurtu og mótum það líka. Það styrktaraðalendur, hverjir styrkja svanga mótmælendur? Ef þið sitja allir skildin ykkar niður, þá ekki að fara að gera neitt. Já, þið lappið allir núna, þá lappið við. Þetta svona á að gera það, þetta bara mjög gott. Samkomulagsatriði svona? Já. Einhverja skemmdir verið unnar hérna á húsinu? Ég veit ekki til þess. Nei. Það er nú ramgert, sjáum á. Hefur þið tekið þátt í svona mótmælum? Nei. Aldrei gert? Nei, ég þarf ekki að mótmæla neinu. Sáttur? Lífið og tilvöruna, hamingjusöm maður. Sáttur við Guð og menn? Já, ég það.